Jæja, 18 klukkutími seinna. 18 klukkutími seinna. Það erum við hér. Og gleðileg jól, bókabóðabestís. Ég vona að flestir hafi nú verið með einhverja bók í eyrunum yfir jólin. Já. Eða núna lesið bók. Já. Einu stórtel. Svo sync. Já. Það er svo þægilegt. Sko. Já. Mér oft í þessari bók, þá langaði mig að lesa. Þetta er alveg bók sem að það er leiðilegt að það sé ekki komið inn á þessa bók. Já. Syngt listening. Þetta er á mjög margar. Það er langflestar. Það var ekki þessari, en ég samlaði. Þarna hefði ég vilja, þegar ég var að spróka, hver er ég núna? Já. Fattarðu? Kannski glemdi mér eitthvað smá, er ég Amy, er ég Joe? Einmitt. Nei, líka bara þau stundum bara sumt sem að þetta er svona fornenska, skilur stundum var bara svona, hvað var hann að segja? Já. Heyrði ég það sem hún var að segja, skilur? Ég sammálaði, sko. Ég átti mjög erfitt með fornenskuna til þess að byrja með og þess að var ég frekar lengi að koma mér inn í hana. Ég þurfti svolítið svona stick through it. Já, þetta er svona bók sem maður má alls ekki setja á speed, sko. Ég raun og veru ekki, þá skilur ekki raskat, sko, það er alveg bara það er 1,5 á maxið í þessari. Þetta er sammála. Jú. Þessi fórlega stundum upp 1,7, svo er ég bara tók alveg tilsunum, sko, en þar því ég var búin að sjá myndina. Já. Þannig að ég svona skildi alveg sundir alveg mjög svipað og gerist í myndinni. En myndin, að því ég sko byrjaði myndin, en ég er ekki búin með hana, hefst hún þar sem bókin hefst? Já, í rauninni, þegar þeir eru að kynnast honum og... Já. Ok, já. Já, það byrjar þarna í húsinu þegar pappinn er eitthvað, þau eru að tala um að pappinn, hún byrjar alveg eins, sko. Ok. Þetta er alveg mjög svipað. Já, ok. Og já, þau eru að kynnast honum að mann er nágrannin með píanói og allt, skilur. Einmitt. En myndin, hún flakkaði alveg svona smá eins og bókin líka, eða ekki? Fram á eftir tíma? Já. Ég man ekki eftir því. Nei, ok. Svo langt ég að horfa á myndina, eða þú veist, það var alveg meira en árað eitthvað. Já. I remember, Nei. Ég held ekki, sko. Minnir hún að það gerst bara í einn svona sögulínu. Ok. Já, kannski er ég bara eitthvað. Og flakkaði þessi bók? Nei, hún flakkaði ekkert endilega, hún flakkaði náttúrulega milli POV, þú veist, hún flakkaði á milli point of view, skilur við? Já, það var svona þriði persóna að segja söguna. Já, en samt svona kannski út frá, stundum var það út frá Joe, stundum var það út frá Amy og mér fannst stundum svona eins og ég var kannski búin að heyra eitthvað Meg sem Meg er sín að segja frá sitna í bókinni. Kannski það er að tala um það. Já, og þetta er eitthvað svona, Meg er bara búin að eignast börn og svo var það svona heilt kafla sem Meg er að eignast börn. Hún var svona, betur ég viss, er þetta nýbörn, var hún búin að eignast, fattur þau? Já, hún átti að vera tvíbur að hana. Já, hún átti tvíbur hana, en ég var búin að heyra þess að Meg er náttúrulega bara heima með börnin sín. Svo sitna svona 3 köflum inn, þá er Meg að segja, ég var að eignast tvíburana. Og þá var maður svona, byrju, er það nýtt? Nei, já, ég var búin að heyra það. Það er kannski svona það sem ég er að tala um sem mér fannst stundum svona, mér fannst svona flakka á því, en ég skildi það samtalið því þetta er bara mismunandi sjónarhótt. Já. Þannig ég skildi alveg pælinguna. Svo stundum var að skrifa frá Joe þegar hún var að skrifa eitthvað bréf frá New York. Já. Þá var komið fyrstu persóna aftur. Já. Og Amy þegar hún var úti. Já, mér fannst ótrúlega ruglíslegt að hafa þetta í þriðju persónu til að byrja með. Ég var bara svona, hver er að tala? Ég er svo óvunni að lesa hlusta á í þriðju persónu. Og það er bara, hver er þetta? Þetta er líka alveg bók sem ég hefði viljað bara svona eins og við hlustum á fantasíunar. Bara, hvað heitir það? Svona dramatæst. Já. Ég hefði viljað það í þessu. Ég hefði viljað mismunandi raddir. Já. Það hefur verið geðveikt. En það er alltaf tilmynd. Ég veit, já, I know. Það kannski þarf maður ekki dramatized Little Women. Nei, kannski ekki. En maður er bara svo vanur eitthvað, þú veist, sérstaklega þegar svona margir karakterar, eins og þegar maður hlusta bara hvað Frida McFadden eða eitthvað annað skilur, það er bara kannski 2-3 aðalpersonur. Já, og það er eitthvað kall og kona, þannig að þú heyrir þegar lesandinn er bara eitthvað. Nú er það kall. Já. En þarna var þetta smá svona, já. En já, það er alltaf bara sömu röddina. Já. Smá erfitt. Já, það er alveg smá erfitt. Þannig að ég hefði viljað verið syngt listening komið þarna, sko. Maður er alltaf degraður, sko. En þú veist, gefum hvað þetta er alveg svona klassikal bók. Þetta er klassikal bók og ég er alveg svona ánægð að hafa, ég get hér með sagt og skrifa bara, ég hafi búin að lesa, að hlusta á Little Women, þú veist, sem er alveg hjút. Að þetta er svona klassikal bók og það er svolítið svona, þetta er alveg þetta sem montas af. Það er það. Þetta er eitthvað sem ég get sagt, já, ég gerði þetta á árunu. Já, ein classical. Já, þannig ég er alveg stolt af því. Já. En já, þú veist, ef við fyrir bara svona aðeins yfir hana, mér fannst líka bara annað sem er svo merkilegt, hvenær kom hún út? 1800 og eitthvað. Ég held sko 1806, langar rosa mikið að googla. Þetta er alltaf á þessu tímabili eitthvað borgarstríðinu og eitthvað. En hún er svona eins og skrifuð það þá, skilurðu? Já. Og ég sá eitthvað staðar að þetta sé sko inspired af lífinu hjá rithöfundunum.
þessi bók. Ok. Það er enda Louisa May Alcott. Sko, þetta er originally published in 2 volumes, 1868 og 1869. Ég veit, ég held að gerast svona 18-20 eitthvað. Já, ég skil alveg að hún hafi gefið hann út í 2 pörtum. Já, klálega. Fyrst, sko. Þannig að, þú veist, já, þessi bók kemur út 1868 originally, og mér veist ógeðslega, nú skil ég svona, því ég var alveg svolítið lengi, bara svona þegar ég var að byrja að hlusta svona, hvað er þetta hæp? Bara sorry, hvað er hæpið við þessa fucking bók? Ég held náttúrulega líka í dag, við erum hlusta á þetta 2025, alveg enda ást 2025, að við erum orðnar, þú veist, ótrúlega vanar frelsi, kvenna og allt það. Og þú veist, og við vitum, skilur, að við getum valið okkar eigin leiðir af hamingju og lífi. Þarna vissur konur það ekki. Þannig að þetta er ekki hjúts bók á þeim tíma með 4 mismunandi systur sem að allar fari mismunandi átt og gera mismunandi hluti. En við í dag erum svolítið bara svona, já, common sense. Maður þarf svolítið svona að setja sig í hugafæri að þetta var það ekki. Nei, það var bara búið að skrifa svona eina uppskrift, svona er hamingja, þú verður að gifta þau eignast börn, þú verður svona og bara undirgefi manninu bla 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 og það var bara svona eitthvað þarna er Joe svona hella inspiring og Amy og farið svona allar áttir og eitthvað og samt megaleg, ég vil samt bara vera mamma og ég elska það já, en nema náttúrulega elsku Beth, náttúrulega, hún kaus ekki sitt en já, þú veist, þess vegna skil ég að þetta hafi verið hjútsbók á þeim tíma og og maður þarf svolítið svona en samt líkalega hjútsbók bara ennþá sko ég sammálaði sko þetta er bara svona, þetta er svona bara kent í skólum og þessari Friends, þá er þetta svona stæðasta bókin þessi og Shining þetta er alveg svona merkileg bók líka skrifið af konu já, ég segi það, þetta er ógeðslega merkileg bók en þess vegna þurfti ég svolítið að tjúna sjálf mig inn á þú veist, mér fannst svona ennþá merkilegri því ég svona tjúnaði mig inn á bara þetta var ekkert sjálfgefið þetta er ekki eitt kontroversial bók á sínum tíma já. Og ég var að lesa eitthvað að ég sá að það var mjög umdeildur endurinn fólk er mjög reitt út í endin á bókinni af hverju? Mér fannst það skrítið, ég var bara svona af hverju eða út af kannski að Amy og Laurie enda saman og nei, það er með þessu fertu og kalli og eitthvað nei, það er í raun og veru að Joe gifti sig já Nei, það var að sleppa þið. Já. Ég skil ekki alveg, þú veist, þetta samband með þennan professorana, sko. Nei, fólk var svona, heyrðu, hún er búin að vera að preacha independence og eitthvað þannig og þeim fannst svolítið svona letdown að hún taki síðan svona það sem átti að vera svona hennar stefna og gifti sig ekki en samt hamingjusöm, bla bla. Það breytist þannig í blálókin. Fólki fannst það svolítið leiðilegt. Já, en hún fann bara ástina, skilur, hún getur alveg independence en það ástfangin. Já, ég er sammála. Þó að hann lúkaði ekkert eitthvað þannig ástfangin að henni. Nei. Hann bara, ég var að gift okkur. Já. Ok, hún bara ekki að geða skotn í honum. Já. En ég man bara, þú veist, já, það er svo vont, það er svo miklu betur útskýrt, svona the drama finnst mér í myndinni. Já. Þú veist, hvernig þegar Joe og Laurie þegar hann bara biður hennar skilur hennar nánast og hún er bara, það er svo vont að horfa á það og svo þegar hann fer til Amy þá er maður svona, og hún er bara no, bara hérna skilur og svo náttúrulega finnar þau sína leiðið setna en þú veist, það vantaði það sem er í mér finnst það ekki koma í þessari bók Nógu svona, þetta var svo ógeðslega dramatist í myndinni bara svona wow, maður bara svona ég veit það ekki, kannski er það bara enskan og hvernig þú veist, þessi bókin er lesin sem að ég svona tengdi ekki nógu mikið við ég var alltaf að bíða þessu köflum leiðu að koma að þessu köflum þá svona sló ég þetta á hann og ég bara svona ok, let's go ég ætla bara að setja sniður hérna og hlusta þetta er svona bestu köflana í bókinni skilju Ég fann það sama með eins og ég byrja á myndinni, ég er ekki búið með hana en ég fann það sama með Dauða Beth ég var bara svona þetta hefði getið verið miklu dramatískari í eyrunum mínum Já, sammála. Þú veist, þetta var bara svona, hún bara dáin og svo bara heldur áfram lífa okkur. Ég var bara, wow, byrja, það er miklu dramatískari í myndinni, finnst mér. Trúi því. En ég var bara, stöldrum við, ræðum þetta. En samt þessum að það horfur, ég veit ekki, þú veist hvað málið er, þegar við horfum á Friends, þá er Joey að hlusta á bókina, hann er bara grátandi, skilur, og fólk er bara, þú veist, við séum á TikTok, fólk er bara að deyja yfir þessum dauða, bara, þetta er bara eitt svona mest historical bókadauði, skilur. Já. Ég tengdi ekki, ég var bara svona, ekki neitt. Vá, hvað þetta er Þú greist meira yfir vinið þeirra í ekki spoila. Nei, já, rétt, góð punktur. Okay. En já, ég bara ef ykkur annar sögur, já. Já, bara svona ykkur side-karakter. Já, einmitt, já. Hún er svona smá side-karakter um Beth. Já, hún er samt eina systrunum. Já, hún er eina systrunum. Já, þú veist, hún er
öllum aðalpersonum er svo andumanna, þannig að okkur ætti að vera svo andumanna. Já. Ég skil ekki alveg akkur að það náði mér ekki, þú veist, ég fekk ekkert svona tilfinninga. Ég fekk ekkert. Nei. Og ég vissi að Beth myndi deyja, bara út af Friends, já. Þannig ég var alltaf svona, staldra mig við, hún er segjum svona lasin, kannski er það að við vissum það, skilur við. Kannski er það, en ég samt veit alveg oft hluti, en það brýtur mig, sko. Já, en ég vissi það líka þegar ég horfði á myndina. Já, og var erfitt þar. Það var ekki eitthvað hella erfitt, en það er örugglega því ég vissi það. Já. Ég er svona, núna deyr hún örugglega, því hún var alltaf ótrúlega lengi veik, skilur við. Ég ætla að bíða eftir því. Svo gerðist það, ég bara, ok. Já. Skilur við. Já, kannski er það líka bara svona smá, þú veist, þessi bók er lesin sem svolítið flött. Skilur við? Kannski er það. Ég held að sé líka bara, já, við erum kannski bara of góða vanar með eitthvað svona dramatæst og... Ég er að hugsa það, sko. Það nær mig mest þegar það er dramatæst, af því þá verður þetta alveg karakterar fyrir mér. Já. Þá erum við raddir og með þetta, en þegar það er einhver annar bara, yes, I am Joe, skilur við. Já. Það var svona, sérstaklega í svona bókum með svona mörgum main characters, þá er það svolítið erfitt, sko. En fannst þér ekki bara verið 2 main characters? Jú. Já. Þú veist, Joe og Amy. Já, 100%, þú veist, og ég var líka alveg svona, það var alveg tímbútið sem ég var bara svona, ég fór inn á chat og ég bara spurði bara, bókin bara Joe? Joe er aðal, sko. Já, og þú veist, það er ekkert sagt neinstaðar, en það er bara að snýst hana. Já, það snýst hana. Maður á að vera og svona hugsa hana einhvern veginn. En uppáhald minnst var alltaf Amy, sko. Já, það, já. Ég veit ekki hvað sé út af myndinni eða eitthvað, þú veist bara, ég vorkenndi henni líka allt svo mikið. Joe var svo leiðilega. Já, hún var mjög leiðilega. Kannski er það bara því að maður er svona vanur að vera lítið systkini. Já, ég samla, þú veist, það skil henni eftir. Já, og skemma var ekki hann skemmti eitthvað um hann, Joe skemmti eitthvað um hann, var það umvögt? Hún skemmti, já, einmitt. Og hún var satt svo með sín og svo ætlaði hún að, mástu, þegar hún datt í the lake, þá var hún bara, ég hugsaði bara, ég ætlaði ekki að vera ekki. Já, ég ætlaði bara. Halda áfram, já. Það er brútal. Það er það. Nei, en já, þetta var svona aðalega Joe, sko. Já, hún er svona the main character, líka því hún er rithöfundur og þú veist, bara að gera svona independent, fara til New York. Já, þetta er þá... Hún hlýtur að vera frá hennar pub. Louise. Já, Louise, þessi rithöfundur, þó ég veit ekkert það, sko. Nei. En þú veist, að því að tala þetta var inspired, og hlýtur hún svona halda með rithöfundur, 100%. Ekki listaði koninni. Nei, sjálfsögðu ekki. En það er svona svo vont þetta love story í þessari bók. Aftur, alltaf, siblings. Það eru með systur. Já, það er nýtt. Vissulega nýtt. Já, vissulega nýtt, en get the fuck over it. Þetta er búið að vera í gang síðan 1868. Já. Að láta þú veist, systkinni vera... En það var ekkert mikið annað í boði, skilur við. Já, kannski ekki. Þú áttu bara, þú veist, það var langt að fara, kostaði ekkert helviti mikið að fá a carriage, eins og þeir tala oft í þessu, sem var líka svona skemmtilegt pub. Já. Þau hafði ekki efnaði að fara heim, skilur við. Já. En þú veist, þannig að þú fórst bara það sem þér var næst. Já. Eða það sem að fóreldreinu skakkuðu þér, skilur við. Og þess vegna eru þær svona mikið breakthrough og þær eru, þú veist, að skikja sér basically ekki í brúk, að þú veist, þær eru ekki að... Já, þessu Meg fer aðra leið en þessi frængana vildi. Joe segir nei við hann, já. Og Amy þú veist, segir nei við hinn. Ríkasta gæjan. Og vilja frekar ástina í lífinu sínu, skilur við. Þetta er rosalegt, sko. Já. Þetta er það. Nei, já, þú veist, mér fannst líka bara að það var svo gott, að því þú sagði við mig, ég held að það sé gott að það sé búin að sjá myndina, þú veist, fyrir bókina, og ég held bara, þú veist... Þú veist, aðeins að fá fyrst mér svona settingið, sko, að því að... Það hjálpaði svo mikið. Já, leið og ég byrjaði að spila bókina, þá var ég bara, fuck, byrstaði eftir að vera bara, what the hell? Já, ég var bara, svo fannst mér líka að þessi eldri mamma, Marmee, þú veist, það var eitthvað svona, þú veist, ég átti smá svona, en svo leiði kveikt á myndinni og ég náði alveg út, þú veist, ég náði alveg smá, svo einhvern veginn, bara leið tíminu og jólun komu og guð, þú veist, maður er bara ekki mann að chilla, sko. Mér finnst það æðislega mynd, þannig að ef þau ekki sé myndina að horfa á hana, hún æði. Já, ég læk alltaf að klára hana, sko. Að ég ætla alveg að klára hana. En það var ógeðslega gott að vera búin að sjá, þú veist, með settingið og það er tala, fyrstu kaplanir eru svo ógeðslega mikið leikrit. Já,
Vá, hvað það var langt. Já, ógeðslega langt og þá var ég svona, ok, halló. Þess vegna var ég líka bara þú var að horfa á myndina, sko. En þið voru svo oft í ykkur svona leikritum og ég smá langdreið að hafa öll leikritin bara frá byrjun til enda í bókinu. Já, mér fannst það nefnilega. Þess að þetta er svolítið svona push through í byrjun. Það hlýtur að vera svona eitthvað svona symbolism í því eða eitthvað. Já, bara hvað lífið er leikrit. Já, sérðu ekki hvað þetta er mikið svona skólabókabók? Þetta er það, svo mikið. Svona bara, já, hvað þýðir, þú veist, hvað symbolizið hjá Joe? Já, 100%. Hvað lærður í þessum kafla? Hver einasta kafli er með eitthvað svona key takeaway. Já, þetta er allt hannig. Þú veist, þegar við lesum í grunnskólan á Mockingjay, hvað heitum það? Mockingbird, já. Þetta er svona þannig bók, sko. Nema hún er svona 100 styttri. Já. Nema að við hefum bara fengið styttri útgáfana. Einmitt, að því þessi til í skólabóka, já. Bara, við hefum getið að hlusta hana á 3 tímum. Já, ég lesi sunnulega bara byrja, hvernig eru aðra bækur þannig ef þið, þú veist, ef við langar að hlusta hana aftur og getið tekið þetta Storytel á 3 tímum, sko. Ég veit. Sko, ég prófaði að kíkja á það eftir ég kláraði original og ég var bara, 1 kafli eru 6 mínútur eða eitthvað. Það er svoleiðis? Já. Og hvernig farið yfir þetta? Bara er tekið kafla og kafla? 47 kafla? Ég fór bara 3 kafla. Já. En hann er bara á nokkrum mínútum. Ok, en það er bara þau tóku bara hvern kafla og bara... Já. Wow. Þetta er alltaf sniðut fyrir krakka, skilju. Þetta er góð, þau saga, gott moral dæmi. Þannig að þau eru bara svona að reyna að láta krakka áhuga þessu, eða þú veist, skilja skilabóðinu eða eitthvað. Já. Að því ég er alveg sammála, þetta er mikilvæg skilabóð og þetta er líka, þú veist, þetta er ekki bara stelpubók, mér finnst líka mikilvæg skilabóð fyrir 100% stráka, þú veist, eða bara alla að sjá, þú veist, mismunandi útgáfur af hamingju og lífi bara einhvern veginn. Það er svona basically sem bókin snýst en ég veit ekki hvort að ég hef bara mist af eða bara ekki heyrt og mér langaði ekki að chatta, mér langaði að googla, mér langaði að spyrja þig, hvað fékk Beth? Hvað var það? Hún var að passa. Já. Og þetta var eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvort þetta væri bara eitthvað, þú veist, eins og hérna, hvað heitir það, chickenpox eða eitthvað, skilur, hvað heitir það? Já, hlaupabóla. Já, því að allir hinir voru ekki, þú veist, voru búnir að fá þetta sem börn. Þannig að þau gátu ekki smitast af henni. Hún smitaðist af litlu barni sem voru að passa að fátækafólki. Já. Hún passaði það bara, það var veikt og hún smitaðist. Já. En hinni gátu ekki smitast af því að þau voru búin að fá þetta. Þannig að þetta hljómar sem hlaupabóla og það getur verið deadly fyrir fullorðna. Já, það getur einmitt. Þannig að eina sem það var aldrei tekið fram nákvæmlega, það var alltaf bara að tala um Beth is sick. Já, og hún var líka svolítið lengi. Já. Mjög lengi lasin. Svo var hún betri, þú veist, komið aftur. Þessna var ég eitthvað svona, þú veist, þessna fannst mér þetta eins og þetta væri kannski eitthvað svona meira langvarandi, þú veist, eins og krabbi eða eitthvað þannig. En ekki ef það er smitandi, náttúrulega, Nei, þetta er svona einhver flensu dæmi, ég googlaði maður bara. Já. En ég bara alltaf haldið að þetta væri eitthvað svona, já, einmitt, eins og chickenpox nema, þú veist, á þessum tíma líka engin bóluefni Nei, 100%, það er alveg, getur verið 100% deadly. Bara, ég var bara svona, misti ég af þessu eða bara, mér fannst eitthvað svona smá óskýrt með þetta. Já, það kom bara eitthvað. Hún hafi smitast. Já. Heyrðu, þetta heitir Scarlet Fever. Já, þetta var mjög algengt á þessum tímum, maður hefði heyrt þetta áður. Já. Ok, hérna sendur Beth smitast af skarlasótt þegar hún hjálpaði fátækri fjölskyldu. Hún batnar aldrei á fullu eftir veikindin. Veikindin veikja hjarta hennar og heilstu frambúðar á lokum deyr hún. Já, einmitt, skarlatsótt. Þetta er eitthvað svona 1800 og eitthvað sjúkdómur svona. Já. Rúglega bara svona eins og COVID eða eitthvað, skilur. Já, þetta var, ég veist það ekki, scarlet letter og allt þetta. Það er svona vitnar í þetta. Svona eins og Black Death og eitthvað. Já, þetta er, ok, já, ég hef mist af útskýringunni af hvað það var, hvort hún hafi komið. Ég man ekki að hafa sagt Scarlet Fever, sko. Nei. En kannski verið eitthvað þegar læknirinn var eitthvað. Já. Það er svona til að segja, þú veist, lesandinn segir þetta allt svo ótrúlega fáað. Svo fáað. Að maður svona fattar ekki, þess vegna væri svona stundum til að lesa bara, var hann að segja Scarlet Fever? Já. Nei, það var ekki eins og breskur reymur. Nei, og alveg þó maður að gera þýskar reyminn, það var að gera mig brjála. Já. Út og rey, sko. Ég var bara, oh my god, og líka stundum var ég bara, sorry, þú hljómar þess að reyna að gera indverskan. Jaha. Já, stundum var hann alveg bara með reymur off, sko. Ég bara, þetta var þjóðveri. Talaði bara með vennilegum reym. Ég er svona, þegar maður reynir að leika eitthvað grilla, þú veist, sem hljóðbóka lesandi. Já, þetta er alveg
challenge, sko. Þetta er 100% það. Ég meina, hún hefur lesið mjög margar blaðsíður þessi. Algjörlega. Til þess að lesa þetta upp, sko. Tekið hann að langa tíma. Já, hellaðan tíma. En það er til svo ógeðslega mismunandi, þú veist, margar mismunandi svona publications af þessu, þú veist, útgáfur. En er þetta ekki allt samt sama sagan? Eða, þú veist, já. Hérna var mismunandi lesendur og sumir lesa hraðar, sumir lesa hægar, sumir kannski lesa þetta ekki svona hellað erfitt, sko. En þetta var vinsælast útgáfan sem ég fann. Já. Þannig að kannski er til auðveldar útgáfur, I don't know. Það er skemmtilega að taka hana, þú veist. Já, ég held bara að þetta myndi vera svona auðlesandi. Ég spurði chat bara, hvað er mest auðlesandi á Spotify? Nei, á Storytel, skilur bara til þess að vera með, já. Já, til að hlusta á. Einmitt. En, já, I don't know, kannski erum við bara svona döms, sko. Nei, ég held að þetta var bara, en það sem ég varst líka gaman, kannski við bókina, er, hvað það var svona langur tími. Þetta var svo ógeðslega langur tími sem við fengum að fylgjast með þeim. Þú veist, bara frá því að voru börn. Já, það er kannski kosturinn við lengdina bókinni, er að maður fylgir þeim svo ótrúlega lengi. Þú veist, þannig að þú ferð alveg mjög sattur frá þeim. Einmitt. Fattar þú veist ekki eitthvað að það er að koma bók númer 2. Þú veist bara allir eru komin á sinn stað og allir eru búin að velja sína vegferð og allt það. Þannig að þú veist, það var gaman að horfa þeir sem, þú veist, basically krakka upp í fullorðna konur. Það var svolítið svona gaman. Þannig að þú veist, það var svona kosturinn við langa bók. Já, algjörlega. Myndi ég segja. En ég ætla að tjekka hvað hún fekk mikið hjá Storytel. Og það er örugglega erfitt að því það er örugglega bara útgáfan þessari. Já, einmitt. Það er erfitt að við og meta út frá bara þessari bók. 100 útgáfur af Little Women inn á Storytel. Já, kemur bara no reviews yet á þessa. Nei, en einmitt, það eru 137 mismunandi. Já, einmitt. En getur við ekki bara svona, hvað er hún yfir höfu með, þú veist, bara Goodreads eða eitthvað? Já, getum tjekka á því. Að því einmitt. Við verðum líka einhvern tímann að taka því Shining, finnst mér. Þegar þú sagðir þetta þá er bara, oh my god, við verðum að taka aðra klassíska bók. Ég held maður verður bara skítrættur, sko. Ég er ógeðslega til að taka Shining. Okkur föttum við hann ekki í Halloween? Já. On gríns. Damn. En þú veist, það er að koma Dark Times ahead, sko. Satt, það er alveg satt. Við ekki þurfum eiginlega að gera það. Já. Og líka bara, vorum að fara yfir, skemmtilegt fyrir ykkur, þú veist, sem náttúrulega með Storytel líka, að það er alveg komið núna bara svona árið 2025 í nótskun og það er óslega gaman að fara yfir og skoða hvað var vinsælt. Topp 10 bækurnar, vinsælustu bókaflokkarnir, glæpasögur voru nummer 1. Of course. Svo skáldsögur, svo spennusögur, svo barnabækur og svo ævisögur. Skáldsögur, myndi það ekki, hvað myndi þú veist eins og fantasían farendir? Það hlýtur að vera skáldsögur. Það er náttúrulega skáldað. Örugglega. Það með að vera hjartabein og eitthvað er enn skáldsögur. Já, hún var vinsælasta skáldsan. Já, pældi því. Já, það er rosalegt. Það er rosalegt. Svo vinsælustu spennusögurnar 2025. Þær voru nokkrar, sko. En kannski er bara fantasía þess að eigið. Já, ég myndi. Það er bara ekki topp 5, skilur. Nei, já. Svo kemur vinsælustu seríurnar. Harry Potter, ennþá nummer 1. Wow. Já. I'm proud. Veitu, já, og seríurnar, Colleen Hoover er bara komið seríu. Þau telja bara... Hún er bara það vinsælt rithöfund. Já, hún sé bara, heil sería. Vá. Og það mikið eitthvað sem maður ekki heyrt hérna. Mjög mikið, sko. Svo vinsælustu ævisögurnar. Ég ætla að djamma þar til ég drepst. Já. Það er ákveðið lífsmótó. Já. Hún er nummer 1. Svo er þú veist, bækur sem verða kvikmyndum 2026. Mér finnst það ógeðslega skemmtileg pæling. Já. Og þær eru sko alveg margar. Bækur á hvíta tjaldinu. Já, hérna eru kvikmyndaðar bækur á 2005 líka. Bækur sem urðu að mynd, já. Ha? Akkur er mynda Fourth Wing hérna? Já, hvernig var það? December I Turned Pretty náttúrulega, já, þetta. Heated Rivalry. Hvernig það verður bara að lesa það? Þetta er ekki búin að sjá það. Nei, hvað? Það er eina sem ég sé núna on my For You page. Ég vissi ekki að það væri bók. Býttu, jú, ég er búin að sjá þetta. Já, býttu, jú. Gay stories. Jú, já. Við verðum að lesa þetta. Jú, við verðum að horfa á þetta. Nei, lesa þetta. Þetta er sérst orðið spóla líka og fólk er bara fólk er að missa sig. En þú múin að sjá ömmuna. Nei, ekki múin að sjá ömmuna. Ég er bara að sjá Binna Glee. Ok, já, ég sá hann líka. Býttu, ég verði eiginlega að sína ömmuna, sko. Oh my god, þessu fyndi. Oh my god, en erum við þá að taka hann í janúar eða, það er svo mikið. Já, ok, verðum við ekki að taka Housemaid, eða?
Jú, við verðum og svo verðum við að taka Heated Rivalry. Við verðum að horfa á þetta. Já. Æ, ok, þið sá okkur, það var einhver amma, þetta var amma og mamma eitthvað, þannig að þetta var, þú veist, frængur sem komu inn til hana með blað sem stóð Heated Rivalry, bara eitthvað, og þú veist, þættirnir á hvað streymisveiti, manni hvað streymisveiti. Ég veit ekki, nei. Og hún horfði bara á blaðið og hún var bara, what is it? Hún hefði ekki hugmynd hvað þetta og var bara geð spennt og hún sagði bara eitthvað, I got 2 words, hockey and gay. Og hún var bara, show it to me! Show it to me now! Where is it? Put it on! Ok, nei, við verðum að sjá þetta. Æ, fuck, ok, við verðum sko bara að taka, já. Vá, hvað er spennandi. Við verðum að horfa líka á þetta saman. Við verðum að hlusta á þetta og svo horfa á þetta saman. Já. Ég held að þetta sé alveg þannig dæmi. Alveg þess að maður er að garga saman. Já. Eins og Summer Turned Pretty. Já, ég líka. Ok, við ætlum að því að Housemaid er náttúrulega komið í bíó núna, þá verðum við að taka það. Já, við höfum tekið Housemaid fyrir áður þegar bókabóðið var í áskriftinni. Þannig að við ætlum að gera það hér líka núna. Þannig að næsti bókabóðsáttur er sagt bókin, Housemaid og bíómyndin. Já. Þannig að við ætlum að hlusta á hana aftur. Sko, við erum ógst að finna að þetta er náttúrulega Freedom McFadden og við vorum búin að vera bara, við erum búin með Housemaid, svo leiðu sá náttúrulega bara myndir og komum út bara. Ok, en Housemaid 1 var alveg fucking stæði, sko. Housemaid 1 er best. Já. Við erum ekki búin að hlusta á nýjustu, við vorum bara, nei. Nei, við stoppum. Við hlustum á fyrstu 3 ár. Já, það er líka bara komið fínt, sko. Já, þú veist, það þarf ekki meir. Nei, ég sammála, það var bara komið gott. Ég er mjög sött og ég hefði alveg átt að stoppa 2. Já. 3. var alveg, wow, ok, við þurfum ekki meir. Sammála. En mér langar ekkert eðlilega að sjá myndina, sko. Nei, sko, það er líka allir að tala um þessa mynd og líka það sem er svo ógeðslega áhugavert er að, þú veist, það sem startar bókabóðið hjá okkur er Verity og Verity og við fórum beint úr Verity held ég yfir í Housemaid. Já, held ég líka. Þetta er bara númer 2 sem já, við tókum fyrir, já, þannig að þú veist, og þær báðar eru að koma út í ár. Já, þannig að við þurfum við tökum aftur Verity líka, sko. Já, maður, fyrir myndina. Já. Við þurfum bara, því núna erum við orðin alveg gagnrýnendur. Já, það er langt síðan líka að maður horfði á þetta, sko. Nei, hlusta á þetta. Ég var að láta mömmu bara hafa, að því að fyrst þegar við byrjum bókabóðið þá keyptum við alla bækurnar. Já. Til þess að eiga, til þess að því að einhvern tímann að búa til bara svona bókasafnið. Alltaf, það ekki? Við þurfum að gera það. Ég veit að við erum bara... Það er bara fínt að þú veist, kaupa þær kannski bara 6 í einu, skilur. Núna er ekki mann að kaupa síðan... Við eigum Housemaid hana. Við eigum Housemaid, já. Við eigum Verity líka, sko. Seven Husbands of Evelyn Hugo. Þöglis sjúklingurinn. It Ends With Us. It Ends With Us. Hver er þessi efstu þessi? Það er Britney. Er hún svo lítil? Já. Ég myndi að hún er stærri. Og hvað er hana neðst? Ég sé það ekki, þessi hvíta. Þú veit svo. Kíktu. Ég er að kíkja. Þetta er Glucose Revolution. Já. Við tókum hann aldrei fyrir. Nei, við ætlum alltaf að gera það samt. Já, við erum bara búin að lesa hann. Já, mjög góð. Ég geti þurft að taka hann aftur í janúar. Ángríns. Að refresh my fucking memory, sko. Same. Ég held að hún sé inn á Storytel. Aha. Það gæti alveg verið, sko. Það er góð bók. Já, það er mjög góð bók. Og það er mest í janúar bók. Hvað hét hún aftur á íslensku? Eitthvað blóðsykur. Það ekki? Glucose Revolution. Hún er bótið til bara líka á ensku, það ekki? Jú, ég ætla að seifa hérna Heated Rivalry hjá mér. Já, við megum ekki glemma því. Nei. Maður sjá. Hvað hét hún aftur? Ok, sorry, við verðum að finna þetta. Glucose. Ætla að koma ekki upp. Jú, hérna. Blóðsykur spiltingin. Já. Hún er til á íslensku og ensku. Já. Inn á Storytel. Já. Ok, vá, ég mæli að hún ógst. Hún er bara 6 tímar. Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Og 2 spýtur á það 3 tímar. Einmitt. Þannig að, já, við vorum að kaupa og ég var að það sem ég ætlaði með þetta er að ég let mömmu hafa bókina, þú veist, brentaða út sem, bara bókina, in hard copy að Verity sem við keyptum og ég var að útskýra fyrir henni og svo var ég bara basically að útskýra plottuð Housemaid. Já, það eru náttúrulega mjög svipað. Það eru náttúrulega, þannig ég bara, ég þarf alveg að refresh my memory á þeim báðum, sko, að því maður rugglaði þeim alveg svona smá saman. Já, þetta er svona önnum mannski að koma inn á heimilið og svona dæmi, já. Ég var líka, hún er að koma að hjálpa að passa, svo, nei, það er alls ekki Verity. Hún er komið til að skrifa bókina. Já, Verity, já, nei, já. En þú veist, ég var bara alveg komið með þetta. Já, Dakota Johnson. Já. Mjög spennt. Ég er ógeðslega spennt. Hver áttur að leika Verity sjálfa? Anna Hathaway. Já. Það ekki? Jú, weird. Stóra leikonu, sko. Já, mjög. Líka þessari Housemaid. Já, Cindy Sweeney. Já, og Amanda Seyfried, já. Það er búin rosalega prómói núna
Djöfull líta þær vel út. Já, ekkert smá. Vá, maður. Ég er búin að vera þetta svo ekki inn á Amandu TikTok núna. Ég ætla að fara inn á hana og sjá eitthvað svona gamalt Mamma Mia dæmi og ég hef aldrei séð Mamma Mia 2. Í alvörunni? Já. Vá. Já. Það er stórmerkilegt. 3, sko. Já. Ég hef aldrei séð hana. Oh my god. Já. Var að sjá hana? Já. Spennandi. Spennandi. En hérna, já, þannig að næsta ætlum við að taka fyrir. Það er svo mikið framöndan, en við ætlum bara að reyna svona, því það er svo stórt bíómyndaárs eins og við sjáum inn á Storytel. Þannig að verið með okkur, við skulum núna bara vera alvöru gagnrýnendur. Við getum lesið bækurnar, hlustað þær og lesað þær inn á Storytel núna. Hvað er Housemate löng? Og svo getum við farið og hort á myndirnar í bíó. Já. Eða heima. Sko, hérna... Housemate, hún er ekkert svo löng. Var hún ekki... Það er það ekki á íslensku, það sem þernan sér? Jú. Nei, undir yfirborðinu. Jú, það ekki, jú. Það er mér að koma mynd að þeim, leikonunum inn á þetta, sko. Það er svo fyndið, ef ekki það er gerst. Já. Og 9 tímar. Já, 9 tímar. Já, ég man tjekkaði á honum daginn, er þetta nokkuð þær að lesa? Það verður hellað, sko. Já, hún er 9 tímar, það er nú ekki mikið, það er helmikið minna en þessi sem hún var sem hún. Þannig basically getum við alveg tekið 2 bækur í. Við erum alltaf að fara að taka núna, því við erum bara að fara í bíó núna fyrsta. Já. Við ætlum að fara bara strax að sjá hana, þannig að næsti þáttur af bókabúinu kemur mjög fljótlega. Hann kemur bráðum. Vonandi eru þetta með okkur í þessu. Og hérna, við sjáumst bara í janúar. Við sjáumst í janúar, besti. Bye. Bye.